Já, ætlum að halda áfram í tónlistinni hjá okkur hér eftir anskama stund en hins vegar þá ég komið góðan mann á línanu hjá mér sem Guðmundur Finnbogason hjá sem ég fór stöðum á Úlfljótsvatni. Sæll og blessaður. Sæll og blessaður. Herru, það námstefna eða svona ráðstefna hjá ykkur helgina útinám. Já, akkurat. Við ætlum að halda hérna í samstarfi Snú sem samtök náttúru útiskóla. Já. Þá höldum við hérna ráðstefnu sem sagt, útinámsráðstefnu alla helgina. Á Úlfljótsvatni þá? Já, ráðstefnan fer fram á Úlfljótsvatni og hérna við erum að fá til okkar, búin að fá til okkar fyrirlesara utan frá 5 löndum held ég, það maður rétt. Og erum sem sagt að ræða útinám í sinni víðustu merkingu. Já. Og erum við það að tala að kennarar og aðrir skemmtilegt námskeið fyrir þá? Já, í rauninni virkar þetta þannig sko. Við erum að stíla þetta inn á skólafólk en þetta er eitthvað að gestum sem eru bara leikmenn í þeim fræðum en hafa áhuga á þessu svona frá öðrum sjónarhornum en langflestir þátttakendur eru semst að koma úr skólum, bæði leikskólum og grunnskólum og framhaldsskólum og við erum með nemendur og kennarar frá háskólanum líka og svo tómstundafræðingar sem eru þá í frístundaheimilunum og svona í þeim gera. Þetta er svona þeir helstu sem að kíkja til okkar sko. Já, en það einmitt oft verið að ræða þetta að reyna að hafa sem fjölbreyttasta kennsluhætti í skólum landsins og ég hef tekið eftir að það hefur fjölgað skólum þar sem að einmitt búið að gera svona svæði fyrir útinám. Já, algjörlega. Það hefur orðið svolítið sprenging í þessum pælingum svona kannski síðustu 10 árunum og hérna fólk átta sig alltaf betur og betur á því hvað þetta er mikilvægt sem sagt að nota fjölbreytta kennsluhætti og kennsluaðferðir og nálganir og svo framvegis. En ekkert síður í rauninni bara það að halda þessar útiveru að börnum vegna þess að ég hef stundum lýst í þannig að við séum í svona smá baráttu við þetta og ég held að því miður þá séum við erum eins og staðan í dag að tapa þessari baráttu við tölvurnar og sjónvarpið og skjána og allt það. Já. Og það held ég sé bara mjög slæmt þegar við hugsaum til framtíðar og það við horfum á í rauninni það sem að gerast í dag í íslensku þjóðfélagi þar sem það til dæmis sprenging í ferðamanniðnaðinum og þessi ferðamenn sem kom til Íslands að koma til að skoða náttúru og land ef að það hefði ekki verið fyrir svona brautriðendur á sín tíma og sem að stóðu vörðum þessi gæði þá hefðu við ekkert að selja í dag í sjálfu sér í þessu vannum og ég segi þetta nú bara því ég var með hópa við Gullfossinn daginn og þar gera menn auðvitað mikið úr því fólki sem endaði Gullfoss á sín tíma fyrir því að fossinn virkjaður og við búum að þess í dag og þetta í rauninni bara hluti af þessum vangaveltum okkar þegar við hugsum útinám og svo framvegis að við þurfum alveg stöðugt að vera að hamra þetta járn í rauninni að búa til tækifæri, búa til nálganir og svona stilsefur úti og ekki síður út frá þeim sjónarmiðum sem þú varst að nefna sem eru þetta bara það er bara fullt af krökkum í dag sem að veitir bara ekkert af því að fá fleiri og fjölbreyttir aðferðir við að nálgast þessi viðfangsefni sín. Já, maður hugsa líka að þegar við vorum í skóla það hefði verið rosa gaman einmitt að fá kannski svona fjölbreyttari kennsluhætti í skólunum. Já, algjörlega sko og þau skipti sem að það gerðist að það býr með manni sko. Nákvæmlega. Þetta hún lagast heilin helling, það nú alveg viðkennast en það er líka gaman fyrir kennara líka að fá fjölbreyttari hugmyndir og það náttúrulega gerist á svona námskeiðum. Já, algjörlega og ég held að við sem ég reynda bara ótrúlega ánægður sko eins og staðan í dag þá erum við á helgina til okkar 80 gesti og við það bætist svo þeir Íslendingar og náttúrulega þessir erlendu fyrirlesar sem eru hjá okkur sem eru 30 manns þannig að við erum komið vel yfir 100 manns sem að taka þátt í þessari ráðstefnu og ég ótrúlega ánægð með það við menn það pláss fyrir fólk þannig að ef fólk vill vera með okkur þá það ekkert mál það bara kynnir það sér það á heimasíðun okkar eða á Facebook síðun okkar en það segir manni svolítið sko þessi góðu viðbrögð þau segja manni svolítið að það
það er eftirspurn eftir þessu og fólk er að átta sig á þessu. Þetta er getur og er að skila árangri á ýmsum sviðum þar sem að menn er að nota þetta, þar sem menn er að nota útikennsluna, út í námið í sínu skólastarfi. Já, nákvæmlega, gerir líka bara kennsluna skemmtilegri fyrir kennara? Já, ég meina svo ekki tala það, algjörlega. En ég sé þetta þegar að skoða upplýsingar að það er bæði erlendir og íslenskir fyrirlesarar. Já, við erum mjög heppin með það. Við kölluðum aðeins eftir því að Íslendingarnir sem hafa verið svona í þessari kreðsu og auglistum eftir erindum sem leiðis og við erum að fá þetta fólki til okkar sem er að koma og segja frá því sem það er að gera og kynna það sem það er að gera, bæði verklega og í fyrirlestra formi. Og þetta í blandi þess að erlendi fyrirlesar sem er að segja okkur frá bæði því sem þeir eru að gera í sínum löndum og við erum búin að vera þau eru komin til mér og við sittum í dag og á morgun og erum aðeins að ræða málun og undirbúa að þar er ótrúleg flóra og gerjun í þessum löndum. Þetta er fólk frá Slóveníu og Tékklandi og Englandi og Skotlandi og Póllandi sem er með okkur. Og það er flottir hlutir að gerast, en ekkert síður hér heima, sko. Það er fullt af fólki hérna heima og við fáum þetta bara brota þeim, sem er bara að gera ótrúlega flotta hluti og er að leggja mikið á sig til þess að kynna þessa hugmyndafræði, bæði kynna sér hana og svo kynna hana fyrir sínum samkennurum og svo framvegis. Og það er ótrúlega gaman að geta þetta tækifæri að búa til þennan vettvang og kalla saman þetta fólk og leyfa öðrum að sjá og upplifa. Ég sé að það er allskyns vinnismiðir þannig að fólk fær að prófa. Já, og þegar við byrjum með þetta verkefni leggjum við svolítið mikla áherslu á það að þetta sé miklu leyti verklegt, en það er það auðvitað eðli þess sem að bæði útikenslan er og auðvitað líka kennslan kannski almennt, en ekkert síður það sem að við skátarnir stöndum fyrir, sko. Það er svona, þetta sé svolítið verklegt verkefni. Ég segi mér það er verið að vinna vinnismiðjum náttúruvæn og útialdin og þá náttúrulega þarf að huga öryggismálum og öðru líka sem hefur farið yfir í leiðinni. Já, algjörlega og það er einmitt til dæmis bara spurning sem að mjög margir kennar að hafa og velta fyrir sér þú veist, hvernig eigum að tækla hérna þessi mál og þarna gefst einmitt tækifæri til þess að spurja fólk sem hefur verið að sinna þessu og velta upp svona spurningur. Enda þegar komið yfir 20 börn þá þarftu náttúrulega að fara að hugað öryggismálum, það er eðlilegt. Já, algjörlega og bara þó þú sé ekki nema 2. Já, það skiptir ekki máli hvað er verksjósum en ég segi að það er kannski erfiðara að eiga við, sko. Þegar eru orðin fleiri? Já, vissulega, en líka hefur það komið fólki bara verulega óvart, sko, stundum hvað þetta er lítið mál í rauninni. Við eigum það oft til þess að mikla fyrir okkur líka hlutina og okkur finnst það erfitt að fara út og það er kannski kalt og blautt og svo framvegis, en þá þurfum við líka svolítið að vega og meta í rauninni, sko, hvað erum við að fá í staðinn, hvað erum við að fá út úr þessu og það er eitt af því sem við erum til dæmis að skoða eins og með þessum gestum okkar, þessum erlendu gestum, að það eru svona hlutir eins og svona námsferðir eða svona skólabúðir og slíkt, það sem við erum að horfa á, sko, árangurinn sem að vinnst í svoleiðis sem er bara ótrúlegur. Þetta er skemmtilegt og líka bara þarft að kynna sér svona mál sérstaklega fyrir kennara. Já, algjörlega. Þá sem að vinna með börnum. Já. Guðmundur, takk hérlega fyrir þetta og gangi ykkur vel helgina. Já, takk hérlega. Það má finna okkur á uljósvart.is og það er ennþá pláss, þannig að ég bara hvet þá sem að hafa áhuga að koma og vera með okkur. Við reynum að hafa þetta mjög ódýrt og aðgengilegt. Nákvæmlega, og það eru líka allar upplýsingar í sambandi við fyrirlesara og hvernig tilhugunin er. Já, algjörlega. Allt er fína, kæra þakkir. Sömuleiðis, takk hérlega. Já, bless.